Þá ætlum við að halda áfram hérna í föstudagsþættinum sem við tökum upp að þessu sinni í Örkinans Nóa í innbænum á Akureyri og næst komum við að tala list án landamæra. Og kannski bara þú byrjar á því að segja okkur, hvað list án landamæra? List án landamæra listahátíð sem að byrjaði árið 2003 og þetta bara verkefni eða hátíð þar sem að vera að tengja saman verk eftir fatlaða eða vinnufatlara og samstarfi listamenn og alls konar uppákomur sem að tengjast svoleiðis vinnu. Og bara hefur þróast alveg ofboðslega mikið síðan hún fór fyrst af stað. Og það verður ýmislegt sem sagt að vera núna helgina? Já, núna sem sagt á laugardaginn klukkan 2 síðuskóla, þá opnunarhátíðin hérna á Akureyri og þar verður ýmislegt í boði. Leiklist og tónlist og einhverjar veitingar og skemmtilegt fólk. Já, og talandi leiklistina, Saga, þú ert búin að vinna aðeins að leikþætti sem að verður sýndur. Já, ég hef verið að kenna þeim í vetur. Þetta reyndar 5. veturinn sem ég með þau, þennan hóp. Og þau hafa verið afskaplega dugleg og áhugasöm og ég svona byrja á því að spyrja hvað það væri sem þau hefðu áhuga á að gera. Og þau vildu endilega setja upp söngleik og það var nú svona dálítið erfitt fyrir okkur að gera það en ég setti saman svona leikþátt, leikþátt með söngvum og svo dansaði aðeins. Þannig að þetta búið að vera ægilega skemmtilegt. Ég hef náttúrulega þurft að fá einhvern úr á leikhópnum. Það náttúrulega krúsíal mistök hjá mér hérna í þessu. Það náttúrulega, við þekkjum öll orðið þennan hópa minnstakosti hérna á Akureyri. Dásamlegt fólk og gefandi. Það hlýtur að vera yndislegt að vinna með þeim. Jú, ægilega gaman að vinna með þeim og þau eru bara, það aldrei forföll. Þau þurfa að vera mjög mikið veik eða þá bara einhvers staðar annars staðar á landinu eða í útlöndum til að mæta ekki tíma. Þetta eitthvað ólíkt að vinna í leiksýningu, að vinna með fötluðum eða ófötluðum? Já, það kannski, jú, það auðvitað öðruvísi. En ég hef alltaf reynt að hafa það þannig að þau fái öll tækifæri til þess að sýna hvað í þeim býr. Og það hefur bara tekist svona nokkuð vel, held ég. Og leikþátturinn heitir Ef þú giftist. Ef þú giftist? Já. Ef þú bara giftist, það hljómar reyndar mjög vel. En það okkur náttúrulega öllum mikilvægt að taka þátt í listsköpun, sama hvar við erum stödd í lífinu. Og það hlýtur að sýna sig þarna í list án landamæra. Já, svo sannarlega, Ég sem sagt vinni í hérna Skógarlundi sem miðstöð virkni og hæfingar. Og þar ég búin að vinna síðan 2001. Og ég myndlistakennari og ég hef alltaf haft þetta sem rauðan þráð. Sköpun ofboðslega mikilvæg og hún ofta ekkert, það ekkert endilega eitthvað verk sem að verður til eða eitthvað stórkostlegt listaverk. Þetta ákveðið ferli og þetta ákveðin svona fullnægja sem að fólk fær og það verður eitthvað til, það eitthvað sem gerist, þetta svona, og kannski þekkir Saga þetta úr leiklistinni, hvernig ferlið skapandi ferli, það svo skemmtilegt. Og það geta nánast allir tekið þátt í einhverju. Þú veist, við erum með náttúrulega breiðan hóp af fólki, fólk sem hefur ýmsar fatlanir og skerðingar jafnvel, En þetta bara, þarna erum við að gera allt sem við getum til að brjóta niður landamæri og gefa öllum tækifæri. Og kannski verið að fókusa frekar á hvað fólk getur gert en ekki hvað það geta ekki gert. Algjörlega. Og við leitumst mjög mikið við það hjá mér í vinnunni að finna leiðir fyrir alla til að taka þátt. Og svo náttúrulega fyrir okkur öll hin að mæta og taka þátt í því að sjá afraksturinn. Það skiptir náttúrulega alla máli, eða marga máli að minnstakosti sem að taka þátt í listsköpun. Já. Það mér svona persónulega hefur fundist gaman að fylgjast með þarna einstaklingum sem að þegar ég byrjaði þá töluðu þau varla eða mjög lágt og svona héldu sér svona tilbaka en núna bara heyrir maður þrumur allt í og það mjög gaman. Já, frábært. Þannig að list án landamæra á morgun laugardag klukkan 2. Já, síðan við í Skógarlundinum verðum með í rauninni 2 uppákomur. Við verðum með sýningu í Eymundsson, Hafnarstrætinu. Þar verða verk eftir okkur í gluggunum
og á vegg inn í verslunni, myndverk. Síðan verðum við með opið hús og garðveislu 15. og 16. maí. Þá opnum við húsið og sýnum afrakstur vinnu, skreytum garðinn og við vorum svo heppin að fá til samstarfs Aðalheiði S. Eysteinsdóttur, listakonu. Hún kemur til okkar og ætlar að hafa listasmiðju í 1 dag og svo ætlum við að sýna afraksturinn út í garði. Æðislegt. Og þar vonumst við til að verði bara gott veður og fólk geti bara farið út í garð. Það alltaf gott veður á Akureyri. Já, við skulum hafa það bara það. Og við bara erum einstaklega ánægð með okkur. Og leiksýningin, hvar og hvenær er hægt að sjá hana? Og hún er upp í Síðuskóla, Já. þarna bara fljótt upp úr 2, svona kannski 15-20 mínútur yfir 2 á morgun. Já. Hvetjum fólk til þess að mæta og taka þátt, gaman að fá ykkur stöllur. Takk fyrir. Og við höldum áfram í föstudagsþættinum hérna frá Örkinu Snóa eftir augnablik.